Já, Bjarti, það bara þátturinn hjá okkur. Já, þátturinn er 17 held ég. Já, það rétt hjá þér. Fljótt að liða. Já, þetta líður alveg ótrúlega. Og við erum konum með gesti en eina ferðina. Já. Alltaf gestir hjá okkur, Já. gestagangur. Ég hef bara skrapti Hveragerði sem dóttir mín og fekk mér smá kökulhlaðborð. Já. Það var svolítið skemmtilegt. Já. Þú fannst þig knúin til að fá þau hingað? Já, eftir að Adam kom til okkar, Já. þá var þetta svona svolítið kveikjað því. Þetta verði ég að fá að prófa. Þannig að ég bauð dóttir mín í smá bíltúr. Já. Og kíkti mér í Rósakaffi í Hveragerði. Og það var svolítið svona stemmari. Það var svona rétt fyrir lokun. Það var kannski 20 mínútur lokun. Og þá er bara fullt hús. Það er einhvern veginn bara, já, sæl. Það er bara, það var greinilega klára gökunar. Já. En allavega, við skruppum í Rósakaffi og þetta var alveg svona skemmtilegt. Það var, og svona eins og Adam sagði, fullt af tegundum af kökum og við erum komið gestina hérna til okkar. Svo sem að sérum að baka þetta allt saman. Svo sem stendur sveitt allar helgar. Og þökk sé Adam alla daga. Já, þökk sé Adam. Alltaf Adam að kenna. Þið viljið kannski byrja bara á að kynna ykkur? Já, ég heiti Jóna. Ég heiti Guðmundur. Og þið eru sett eigendur af Rósakaffi? Já. Og sjáum það? Já, það passar. Ekki, en að því að þú nefnir Adam var það meira að gera eftir að hann kom? Það má alveg orða það þannig, sko. Hann hittir undir á dálítið skemmtilegan dag því að við vorum á Mörkunum að hafa kaffihlaðborð þennan dag. Það var leiðileg spá, leiðilegt veður og það var eitthvað annað kaffihlaðborð eftir vetrarfrí. Þannig að stemdi ekkert í gríðarlega mætingu. Nei, okay. Ef við ákvæmum láta slag standa fyrst það var búið að vera að baka og kallarnir okkar, vinnukallarnir fá þá bara ekstra gott eftir eitt á mánudeginum, sko. Þannig að... Er þetta hverju viku? Hverjum sunnudegi. Hverjum sunnudegi? Stundum oftar. Ok, og hvað er þetta marga kökur? Sko, við stemdum á aldrei færri en 17 tegundir, en það er yfirleitt 20. Það er alveg rólandi út, sko, það er alveg fárað. Það er svakalegt að vera með 17-20 tegundir alla sunnudaga. Já, svo náttúrulega bara, það þýr ekkert að hafa bara ein af hverju tegund. Nei. Lengur, það þarf að, þetta eru svona, 60-70 dertur samtals, myndi ég giska á. Klukkan hvað opni fyrir bara gestum að koma að borða? Venjulega 2, en ef það er eitthvað svona sérstakt, þá opnum við 1. Þá þú sumar það fyrsta 17. júní og svona, þá aðeins til að dreifa. Verður við bæði að baka? Nei. En hann gerir svona það sem hann sagt. Hann feitir rjóman? Nei. Hann fær að klippa brauðið í brauðterturnar, það veitur salatið á. Stundum fæ ég að bræða súkkulaði. Já. Ef ég haga mér. Og ertu ekkert að taka neinum framförum? Er ekkert verið að hleypa það nær neinu? Ég passa mig. Við erum svona mikill harðstjórið þarna í kökunum. Sko. Hann passa sig að hann gæti þurft að gera mikið meir ef að vera duglegur, sko. Og svo er sko brennt bad forast eldin. Já. En hvenær ertu byrjuð? Við byrjum bara náttúrulega eftir að kaffihlaðborð er búið, þá fyrir við hvað getum gert betur eða meira eða hvort það gekk vel og allt það. Svo bara maður að baka Mares alla vikuna og svo breytist það svona eftir því sem maður líður á vikuna. Þannig að við bara erum alltaf að. Alltaf? Þannig. En á þessum sunnudögum, hvenær ertu vöknuð og byrjuð? Sem bara ekki sem fyrst. Nei, stundum erum við reyndar ef að þannig er brjála að gera og þú veist, búið að vera mikið að gera vikun og gengi illa að baka og svona, þá erum við alveg dálítið langt fram á nótt stundum. Það er alveg komið fyrir að vera 4-5 eða eitthvað svoleiðis. Já, ok. Á laugardeginu, sko. Já, en þegar allt gengur eins og að ganga, þá erum við komið heim kannski 10-11 kvöldi, laugardagskvöldi, svo komin aftur bara kannski svona 9, eitthvað svoleiðis. Ég held þú væri bara með konurnar þannig í hverjunu allar bakandi sveittar þannig á laugardögum. Já, eins og sem heyrst þetta áður, sko. En þið byrjuðu þetta fyrirtæki, í kringum COVID-tímabili, eða ekki? Já, sko við eigum þessi gróðurhús og vorum með búð þar og rósaræktun og leigðum út þennan part, sko, öðru fólki og svo þegar þau hættu og þá ákveðu bara að taka við, frekar en að leigja það út. Já. Við hugsum ekkert alltaf allt til enda þegar við tökum ákvarðanir. Nei, ok. Þannig að við vorum ekki alveg viss hvað við vorum búin að koma okkur út í, en þetta er bara búið að vera rosalega skemmtilegt. Það var náttúrulega pínu töff þarna, bara kortur í COVID, september, þá tókum við við. En þið byrjuðu ekkert á kökulhlaðborðinu þá? Þið voru bara með eitthvað svona hádegismat? Já, og bara grill og svoleiðis, sko, og náttúrulega bara, þú veist, kaffihús, bara heilar tertur og selja sneiðar.
Kaffihlaðborðin byrjuðum við með fyrir 3 árum, eiginlega bara akkurat. Já. Ég var eiginlega upp á dag. Kaffi hlaðborð. Já. Hlaðborð kaffi. Já, ert þú ekki úr sveiti? Nei, nei, ég meina kökur hlaðborð 1 og svo kaffi hlaðborð. Já, sko þetta kaffi meðlæti. Já, ok. En þú veist, það bæði ekki. Nei, ég ekki úr sveit. Ég hérna af Malbíkinu, ekki af Möllinni. En þetta eitthvað bara í mínum huga bara dálítið eðlilegt, sko. Eða þú veist, kvenfélagskonurnar á Vopnafirði eru náttúrulega bara súperbakarar, bara upp til hópa, það bara hittir einhvern veginn þannig á. Og það voru alltaf á til kaffihlaðborð og þau voru náttúrulega bara alveg svakaleg, sko. Þannig að þetta eitthvað í mínum huga sem að bara þarf að vera, þú veist. Já. Og þarf að halda við líka þessum tertum sem að... Þetta svona kvenfélags svona fílingur á þessu. Og þetta allt svona þessar klassísku svona íslensku sveitakökur sem maður þekkir. Svo baka ég stundum bara eitthvað, þú veist, gerir bara eitthvað sem þetta í hug, sko. Og ertu bara stundum að surfa netið, bara að reyna að finna einhverja sniðar pælingar og kökur og... Já, eða bara í búðinni og sé eitthvað sniðut og hugsa að ég verið að gera eitthvað þessu. Já. Til dæmis þetta Dubai súkkulaði þarna. Já, það er alveg dálítið ógeðslegt, það er rosalega sætt. En þá þarf maður alltaf að gera eitthvað í kringum það. Þannig að við gerðum Dubai tertu með pistasíu marens og svo leiðis. Þannig að maður er alltaf að prófa eitthvað. Ég held ég búin að brjóta alla reglur varandi marens. Það gerir bara eitthvað og annarkvort virkar það ekki. Ok, en hvar lærður þetta? Bara með tímanum? Mömmu og þú veist. Kvenfélags er ekki bakari, sko. Þetta er bara í blóðunni. Þetta er bara svo geggjað. Þetta er svona... Þetta er það sem þú fílar, svona úr sveit. Já, þetta er líka svona ítalska leiðin. Þetta er svona ömmuuppskriftin, sko. Já. Sjá uppskriftabókina. Hún er í algjöru rugli. Hún er ekki bara kriss-krass og... Það sést til í gegnu sem að síðan það, sko. Þetta er draumurinn minn. Það er líka brussa, sko. Það fér smjörlið ekki á, þú veist. Það er ólega búin að leka í gennum blaðsíðina. Þetta er geggja, en þeir eru með þetta á sunnudöfum, en þeir eru með opið bara alla daga eða? Já, við erum búin að takmarka mjög opnuna bara við það sem við fjölskyldan ráðum við að gera. Við erum með þetta á sölu og þurfum að huga heilsun okkar og hægja okkur. Þannig að við erum bara með opið í hádeginu virkadag og erum þá með hádegishlaðborð og opið grillir reyndar og kökur. En svo erum við með lengur föstudag og laugardag og svo bara kaffihlaðborð á sunnudöfum. Já, þannig að þetta er svona kaffihúsa pæling, svona meira heldur en eitthvað svona veitingastaða. Já, í rauninni. En svo tökum við alveg, þú veist, líka veislur og við erum að taka hópa í sér mat og svona, sko. En svona... En það er hægt að kaupa börjarar eða hambúrgara og þess að það líka. Já. Bara ekki á sunnudöfum. Nei, ég held að enginn hefði áhuga á því, já. Bara ég fá kökuna. Já, þú þarft að fara á hann. Ég hef eftir að gera mig ferð, sko. Ég, kona mín elskar svona kökur og krakkin líka, þannig að þetta verður skemmtileg fjölskylduferð. Já. Algjörlega. Hvað voru þið lengi að keyra úr Hveragerði í bæinn í dag? Ég er bara tekið eftir, ég er bara að panta í, þú veist, Steilsölum, en hann gerir, ég veit ekki hvað eru hálftíma. Ég veit það ekki. Eitthvað svoleiðis. En fáið mikið af túristum til ykkar? Já, við fáum alveg, þú veist, við erum ekkert endilega að stíla á þá, en það kom alveg dálítið að túristum, sko. En á þessum sunnudöfum, það þeir stundum að rambla inn? Mjög hissa. Bara, er veistlað, erum við að tróðast eða hvað þú veist, ég hef aldrei séð svona margar kökur, það er bara svona. Það er skemmtilegt. Já, ég bara... Og þetta er öðruvísi svolítið heldur en úti, sko. Já, þetta er svo íslensk svona, ég myndi mér þess að íslensku... Bara fermingaveisla. Já, fermingastemminguna, sko. Já. Svona þegar þú lappar inn og það er fullt af kökum og svona, þetta er geggjað. Já. Það sem er vinsalast hjá fólki að segja þegar ráar inn svona bara fólk á götunni, það er fermingaveisla í gangi eða er enga... Já, akkurat, já. Það er mjög gjarnan og þegar fólk kemur og þá er mjög gjarnan sagt þetta er eins og fermingaveslunum minni. Man heyri það oft. Já. Gamla það. Já. Erfidrykkjunni. Já, það. Minni. Líka svoleiðis. En eru þið að taka eitthvað svoleiðis að ykkur? Já. Fermingar og erfidrykkjur og eitthvað svona? Já, við náttúrulega, þú veist, getum bara, við getum ekki haft mörg hundur að í einu, sko. Nei. En við höfum alveg tekið og það er til dæmis afmælisveisla á laugardaginn og þá loka fyrir almenning, sko. Já. Þá bara sér kaffihlaðborð. Já, bara geggjað. Okay. Gaman að hafa þetta svona flæðandi. Já. Allt í boði og bara, þú veist, já. En er þið ekki hættið að selja þetta, veist að það gengur svona vel? Nei,
Nei, það eiginlega, við verðum að hugsa okkur núna. Við Já, það hvorugt með nefnilega fulla heilsu. lykilatriði að Já. heilsan sé í forgangi. En svo þegar maður er aftur búin að ná því, sko, við erum alltaf óvart búin að gera eitthvað. Þannig að, þú veist, hver veit nema að okkur finnist að Íslendingar á Spáni þurfum kaffihlaðbor eða, þú veist. Hvað veit maður? Já, er ekki Heita rjóma í 35 stegi hita, það er ekki fínt. Er ekki alltaf líka 3 til 10.000 manns á tenni allt árið kringa? Jú, en þú veist, já, ég veit ekki hvort ég myndi vera eldast kökur á tenni, sko. Ég er ekki alveg viss. Það væri held ég eitthvað Kannski þú myndir búa þar, þú veist. Fá eitthvað íslenska rjómatesti. Já, ok, það er hugsanlega. Er maður ekki alltaf til í köku? Já, kannski donut verður nóg fyrir mig, sko. Já. En talandi um köku, ég baka hérna hjónabandsælu fyrir ykkur. Lítur rosalega vel út. En að, hérna, Hugaður maður. já, ég er hugaður. Hann mæta með Notar þú köku. púðsikur eða hvítasikur hérna? Ég notaði hvítan reyndar í þessa. Er það nú? Þú veist, amma og mamma notar púðsikur, sko. Já, mér finnst að Nei, vera það er skemmtilegt að hafa þetta mismunandi. svona dökk. Já, þá verður hún dekkri, Já. sko. Þannig að ég ólst upp við þetta frá hún í mútu. Skemmtilegt. Hún, hérna, og hún er reyndar að byrja að setja pekanhettur og smá kókos líka í sína, sko. En ég hvað að vera ekki hérna, Ótt djarfur. já, ég meni, ég hef gert það, þú veist, ég reyndar bara helgina. Þetta er bara skemmtilegt. Nú þarf ég að prófa þetta, sko. Já, Já, að mér er aldrei dótt í hug að setja eitthvað annað í hjónabandsælu. Það er einhvern veginn bara, ég með þess að Þetta prófa er spennandi. öðruvísi sultur líka, sko. já. Þú veist, Og bara- hvað finnst þið komið best út? Það bara komið skemmtilega út. Já. Þannig að Fer alltaf aftur í rababaran eða? já, ég reyndar. Já. Það er eitthvað við það. Ég held að sé bara minningin, þú veist. Það er tilfinningin. Já, ekki endilega, það er bara, þú veist, að þegar maður ólst upp við þetta, Já, akkurat. þá er þetta einhvern veginn þannig. Nú heldur hann kjafti í smá stund að því hann er með munnin. Það má ekki setja neitt fyrir fram mig, þá er ég byrjað. Þetta er bara ein ástæði fyrir þessu, það er bara svo ég komið stað. Er það ekki best að ég fá mig líka eða? Þá getur þið talað. Þá verður það. Hún er massa góð. Já, er það ekki? Jú, hún er það. Hún virkar. Þetta virkar. En bara gjör svo vel. En þú, Guðmundur, hérna, þú menntaður við hvað ertu? Ég er uppgjafa garðyrkjumaður. Já, ok. Já. Þú fyrst bara nóg að því. Já, það er, Mann alltaf hókin alla daga. já, maður verður þreyttur. Já. Ég vann við þetta í einhvern tíma líka og ég ætlaði að fara að læra þetta en ég fegin að ég hætti við það. Þú veist, ég fór alltaf inn í að helluleggja á fullu í miðbænum hérna, Ingólfstorgi og svona. Ég bara, nei, ég ætla ekki að fara að láta þetta vera mína atvinnugrein. Nei, líka minn, hann þoldi þetta ekki og svo finnst mér líka miklu skemmtilega að vera innan og fólk. Já. Mig þá. Væntanlega. Ég er ekki að gróðursetja þetta. Þannig að þú ert kannski að taka mútið fólkinu og segja brandara og vera hress og svona. Akkurat. Já, Það er hann. Ég tek á móti fólkinu, já. Og rétti mér bolla, tóma bolla og svo gjör svo vel að taka við. Já, þú vildir ekki. Fara með þetta á ból 3. Nei, og lyklana af húsinu í leiðin og afsalið. Hann bara hljópi í burtu þá. Það er alltaf verið að reyna að tróða þér hingað og hangað. Já, það er ekki fyrsta skipti, sko. Það er að hafa eitthvað að gera. Það er að hafa eitthvað að gera. En hvað var svona kveikjan að þessu? Það var eitthvað annað áður og voru þið þá að leigja þetta svæðið af ykkur og voru með kaffihús eða eitthvað svona? Já, þau settu upp kaffihús þarna og það var svo sem alltaf planið að vera með kaffisölu og svona pínu Eden feeling þó svo veri aldrei aftur sama Eden, sko. Já. En svo vorum náttúrulega rækta þessar rósir og okkar plan var alltaf að gera svona aldinn garð, þú veist, vera með eitthvað svona, þú veist, mangótré og bannaplöntur og allt þetta, skiluru. Þannig að fólk geti ráðað þar og skoðað og séð ávistina og þú veist. Mangótré, sagður það? Bara eitthvað svona, og bananaplöntur. Það er allt ræktað í Hveragerði, ég er að segja. Já, bara lögulegt, bara lögulegt. Já, ok, ég ætlaði einmitt að fara að segja þetta líka. Já, ok. Það er eitthvað, sko. Þú ert að fara að stýpa í Hveragerði þá að kíkja það. Það er sinnar. En það er svona, þú veist, það var það sem við vorum búin að sjá fyrir okkur, sko. Og er náttúrulega geggja skemmtileg pæling. Þú veist, að hafa það allt í gangi. Því að það er allir möguleikar með svona gróðurhús, sko. Rækt alls konar og, þú veist. Já. Það er bara skemmtilegt. Það er allt hægt.
Hafið þið ræktað eitthvað hérna í gróðurhúsinu hjá okkur? Við vorum alltaf að rækta rósir og selja. Bara, þú veist, þetta var rósastöð. Þess vegna heitir þetta rósakaffi og þú veist, allt það, sko. Og svo hættum við því og Má ég spyrja, af hverju hætti því? Var þetta ekki það að ganga? Nei, það er ekki að gefa vel á sér. Nei, ok. Það er bara, þú veist, við erum að selja þetta í búndum og þetta og fólk vill ekkert endilega borga mikið fyrir það og þú veist, rafmagnið, sky high og allt, þú veist, sem við því kemur, það er bara mjög dýrt, þannig að það situr ekki mikið eftir. Nei, ég skil. Nei. Og meira upp úr því að hafa að leigja þetta bara undir hérna húsbíla og hjólhýsi á veturna og Já, ok. Já, þú meina. Svo ætluðum við sko að minnka við okkur vinnuna með því að hætta með rósirnar og fara út í kaffihúsi. En að klikkaði ykkur staðar. Já, við erum líka með 17-20 kökur og sunnudum. Já. Það getur ekki verið flókið. En sko, nú verður að viðurkenna, þetta var góð hugmynd. Honum fannst þetta mjög heimskuleg hugmynd fyrst. Og fjölskyldunni, þú veist, þau bara glætan og krakkandi, mamma, það er enginn að fara að koma og borga sig til þess að smakka einhverja 20 kökur eða eitthvað. Það er enginn að fara að gera það. Viltu segja eitthvað? Nei. Þetta er rosalega góð kaka. Já, ég meina, þetta er líka nýtt, þetta er öðrísi. Þetta er svona, maður ekkert, ég veit ekki neitt annan stað sem með eitthvað svona. Nei, þetta er bara... Kannski ekki reglulega, en þú veist, það eru náttúrulega alltaf kaffilabor, þú veist, hér og þar, 17. júní og þú veist, og svona, sko. Sjómannadaginn og svona. Jú, hérna hjálparæðsirinu með svona á 7. júní. Já, akkurat. Ég er ekki með hugmyndaflug í 20 kökur akkurat núna, sko. Ég get ekki nefnt 20 kökur, sko. Það þarf nefnilega að takmarka sig, sko. Það er miklu fleiri. Já. En svo eru í þessum 20, sko, það eru 3 brauðtertur, það er heitur réttur, þannig að, þú veist, það eru bara 16 eftir. Já. Og ertu með þá svolítið að vinna bara með alls konar mariskökur og hvað eru vinsælustu kökurna? Er það ekki bara marisbomban og peruterta, ég held að. Já. Ekki segja peruterta. Marisbomba, peruterta og svo náttúrulega bara klassíska brauðtertur. Já. Ég er brauðtertu kall, sko. Já. Ég er alltaf, ef ég mæti fermingu og það er brauðterta á borðinu, þá er ég glaður, sko. Það er bara nóg. Það þarf að vera með. Já. Að maður fæ svona, þú veist með sigurinn og brauðterta á milli. Ég fæ aldrei brauðtertur, þú veist, maður er einhvern veginn aldrei að borða brauðtertur. En ég er alltaf glaður að sjá brauðtertur. Bara rækjusalat brauðterta, sko. Þú veist alveg að þú er búin að gefa mig hugmynd núna. Það er bara geðið gott, sko. Af hverju þarf þú að gleðja hann? Ég veit það ekki. Það er einhver spes samband. óþægileg. Nei, það er að það veit að ég er stjórnlaus. Ég hef engan stoppara. Og ef það er orðið sem ekki rassast þegar kemur að þessu. Ef það er eitthvað fyrir fram að mig, þá get ég það. Ég meina það er bara svo gott. Ég veit það. En það er svona, ég er búin að beðja að gera þetta ekki, sko. Ég er búin að segja við hann, já, þetta er næst, þá bara ekkert innan, þú veist, eitthvað matur, eitthvað bull, skilju, við erum að taka hlaðvarp og eitthvað, svona, svo mættir, þú veist, eins og núna mæta mig hjónabandsalur, sem að heyrist í fyrir tyggi, sko. Ég kom með lakrís, það er svolítið lengi að tyggja svona. Og með grafin lax og alls konar dúllur í hérna síðast, og ég veit ekki hvað og hvað. Við vorum líka hugsun sko að koma með köku með okkur hérna Það er bara svo seint í hug, það er vandamálið. Svo sá ég ekki fyrir mér að vera með köku á borðinu og tala og moka upp í mig með rjóman út allt eitthvað svona. Þetta er alveg gríðulega slæm hugmynd, sko. Það er að borða svona köku maður að tala saman, sko. En aftur að ykkur og ég, sko, að því að ég ég er svo vanur einmitt marinstörtum sem amma gerði. Það var alltaf, hún notaði tromp. Já, ok. Það var eitthvað svona next level dót, sko. Svona trompkúlur eitthvað sem var þá gríðarlega vinsælt og ég hef aldrei náð að replikata. Og það bara í rjómanum á milli, eða gerum krem úr þessu. Já, bara hún í rjómanum á milli. Svo var hún líka með það sem hún kallaði slís. Það var bara eitthvað svona, þú veist, rjóma sull með trompi og berum og eitthvað svona. Gekkja nafn á köku. Veitu ekki af hverju það er? Það er þegar marinspotinn brotnar. Það þarf að gera eitthvað við þetta, þá hrærir maður öllu gumsinu saman. Það er slís. Það er gekkja nafn, sko. Svo er bara sett í skál og Ef marinsin skildi falla, þá bara hægt að gera slís. En hvað er svona uppáhalds marinstertan þín?
Ég held hún enga uppáhalds. Ég held að sé samt, við köllum hana mömmu Marins, af því að mamma mín gerir svoleiðis fyrir allar veislur. Hún er rosa plain. Þetta er bara Rice Krispies hvítur Marins með rjóma og dæm á milli og svona súkulega kremóna. Klassísk. Og enga kókosbólur eða neitt. Nei, en það eru í bombunni. Það er bombunni, sko. Ég held að þessi segja, hún er svo einföld. Og hefur verið Veku góða tilfinningar. og hefur verið að gera eitthvað svona franskar eða eitthvað svona Súkulega kökur. Já. Já. brownies og... Það vantaði borðið þannig að því ég kom til þetta. Sko það nefnilega kemur að því að ég hef bara pláss fyrir 20. Kannski 21 ef ég raða vel. Já. Og þú veist, ég á geggja uppskrift frá systur minni, ég skal gefa þér uppskriftinu. Ég var Hún er nefnt æði. að taka tvær franskar í hérna, hvernig var það? Nei, hvað dagur er þetta? Já, Það er... þriðjudaginn. Miðvikudag, já. Já, bara í gær. Dægir Æj, vá, tíminn maður. Já. Franskar er góða, sko. Þú ætlar að segja eitthvað? Já, nei, það var ammæli sko hjá einni sem að 70 og það var, ég eitthvað sko vel af henni. Já, svona Marins. Nei, Franska franska súkulega. súkkulaðiköku Bara hrúa berjum hona og svona, geggja gott, sko. Já. og flósikur yfir. Já, má ekki gleyma því. akkurat. Og svo þristakaka, svona frönsk, svona brownie þristakaka. Já, Ógeðslega gott. Það var, ég og kona fórum út að borða á fjallkonunni einhvern tímann og þá var hérna einhver svona þristaköka eftir rétt. Þannig að hún tók það með sér heim og endurgerði það sko og núna er það bara svona bara besta sem ég fæ sko. Að fá svona, þetta eru svona litli bitar, rosalega mikið svona... litlir bitar. Já, þú veist að hún Hver er er svo þetta það hefi. Hún er svo hefi, þannig að maður sker hana, þú veist, Já, eldar hana... svona kannski svo dölugott eitthvað hann. Já, svoleiðis það er sko. Ógeðslega góð. Já. Veistu hvað mér dreymir um? Bacon og döðlur. Nei, ég fór til Portugal og þeir eru með hérna litlu hérna sem eru svona smjördegs með einhverju svona fyllingu sem eru svona bakað ofan á. Ef hverju man ekki hvað þetta heitir. Þetta er bara vinsalasti rétturinn í Portugal, svona eiginlega eins og vínabrauð með svona hvíta, hérna gula svona glassur. Er svo remma? Já, eitthvað svona. Svo er þetta svona bakað einhvern veginn eða berrent einhvern veginn núna. Hefur verið eitthvað svona að skoða þessi svona erlendu vinsælustu kökurnar eða terturnar eða eitthvað svona bakkelsinn? Held ekki, ég gerir bara svona það sem ég kann og svo mynd eftir í hug. Já. Eða einhver stingur upp á. Prófi. Ég hef ekki kynnt með neitt svoleiðis. Þetta er heill heimur maður. Þetta er þannig bleið, sko. Já, þetta er svakalega mikið hægt að gera í þessu Já, kökubransa. algjörlega, en mér finnst samt gott hjá henni að vera bara, þú veist, að halda sig í Já. góða íslenska hérna kvenfélags Það er sérstæða, sko. Það er sérstæða. Já. Það eru ákveðna tegundir sem bara verða alltaf að vera og ég get ekki tekið þær út og sett eitthvað annað í staðinn. Nei. Þá fyrir einhverju fíl. Það er þannig. Þeir eru með mikið af fastakonum. Já, við erum Já. með töluvert af fólki sem kemur nánast alltaf. Þannig Já, að ok. það er bara mjög skemmtilegt. Og eru það að vikta þig á þannig að mæta Sjá hvort það sé munur Sko, Við erum ekki farið í það. Ég segi yfirleitt við fólki sko að gera svo vel og svo verður bara verið duglega að borða og ég get rúllaður út þegar þú ferð. Þú veist. Og ég bara- fólki, Það er enginn að dæma. Nei, það dæmir Nei, enginn. ég bara ímynda mér ef ég kæmi alla sunnudag og myndi ég þetta á mig gat, sko, það er ekki svona. Já, kannski er fólk ekki að fá sér öllum tegundum þegar það kemur Nei. sunnudag eftir sunnudag, heldur. Og er þetta þá Ekki bara enda- kannski að mynda svona félagsheimili stemming líka, bara fólk að hittast? Já, og... það gerir þannig stundum, sko. Já, geggja. Þetta er sveitin, sko. Já. Þetta er alvöru sveitadraumur. Kökur, kaffi og spjall. En kaffi fylgir með það ekki, pumpukaffi. Sko, það fylgir hún ekkert með. Við erum alltaf með frítt upp á allt kaffi hjá okkur, sko. Já, Þannig já, að það er bara frítt, saman hvort þú kaupa þér eitthvað eða ekki. Já, Já. Þannig að þið hattu peninga. Það er ekkert svo dýrt að hella upp á kaffi. Ég er samt Mér finnst þetta bara kurteis að bjóða fólki eitthvað, eða ekki mér? Ég borga samt 400 kall fyrir pumpukaffi í bakari, sko. Já. ég borgaði líka 600 fyrir að leggja bílnum hérna. Þú veist, ég fór að gráta. Það er líka frítt hjá okkur. Það er bara Já, já. geggja að bjóða upp á frýtt kaffi, maður. Þetta er ennþá... En hvað er fólk ætlar að koma á, ég bara man ekki eins og ég var ekki eins og fylgjast með því hvað þetta kostaði mig, sko. Og svo 2,50 á mann fyrir Já. allana. Ok, 5 til 12 ára er 1.500 og frítt fyrir yngri en 5 ára. já. Já. En það er á mann. Já. Sumir hafa mig skilja að, þú veist, kaupið bara disk og svo bara notar þú tókafla.
Bara saman. Ef við hefum nú leiðrétt þann miskilning. Já. Nú þarf að þú veist, fólk fara að nýta sig eitthvað svona. Já, þetta er ekki Það bara dónaskapur. Þetta er ekki mikið, Við reynum að halda þessu niðri, sko. Já, þetta er bara mjög sanngjarnt verð. Það er bara... Já, ég ætla að fara. Er þetta jafn mikið að myndi setja í umslagið í fermingaveislu? Nei, þetta er miklu minna. Já, einmitt. Miklu minna. Hvað er lágmarksverð í fermingaveislu í dag? Er það ekki allan að 5 skall? Og þetta er eitthvað sem tengdu náið er á 10. Wow, það er lóa í umslagið, það er bara... Já, það er allavega ein. Þetta er maður orðið svo bara, maður einhvern veginn ekki utan þetta, þetta er svo fljótt að breytast, sko. Já. Það er bara þannig. Já. Ok, en hvað þegar það kemur að bara svona venjulegur opnun, eru þið að taka mikið, þú veist að tala um verkamenn og svona, eru þeir mikið að kíkja á ykkur? Við erum með svona heimilismat í hátteginu, svona venjulegan og já, við erum með... Hver sérum að elda það? Er það þú? Það erum við. Það er þið? Þarna kemur þú sterkur inn? Já, ég fæði að gera kartöflumúsina. Já, alveg. Skræla kartöflunar. Já. Ok, þannig að þið eru með heimilismat bara á hverjum degi? Já, virka alla virka daga. Og er það einhver svona rúllandi matseðl eða er það bara eitthvað sem þið svona... Við erum ákveða, þú veist, bara viku fyrir viku. Já. Og og bara, þú veist, mjög samt. Og hvernig heimilismatur, hvernig flokkað þú heimilismat? Er það bara... Kjötbollur á morgun. Svolítið það sem okkur langar að borða. Það er bara þannig. Afgangur niður í matinn, kvöldmatinn. Þannig að það er bara... Sem ekki fyrir frískap. Bara fiskur í raspi og svo bara kjötbollur og allt þetta? Já. Bara klassíski heimilismat. Hakk og spakk og... Já. Gekkja. Lasagna? Já. Lasagna í næstu viku. Já. Alla næstu viku. Alla næstu viku. Fyrst hakk og spakk og svo fyrir það í lasagna. Já, þannig að þið eru bara svolítið svona kannski í bara fyrir hveragerði, þú veist bara það er mikið að hvergerðing. Matstöðin í hveragerði. Hvergerðingum, segir maður það? Já, þvergerðingum. Þannig að eru þeir duglegar að mæta í hátteginu hérna? Já. Borða? Það eru náttúrulega, þú veist, þeir sem eru að vinna á þessu svæði, það er mjög mikið sem að þeir koma til okkar, sko, svo sendum við líka aðeins frá okkur. Þannig að þetta er bara... Já, það sendum út úr húsi? Já. Og hvernig farið að því? Það er bara konan sem kemur og tekur matinn og flytur hann frá okkur og fer með hann. Er það volt? Já, ég meina það. Nei. Nei. Já, þú meinar fyrirtæki. Já, fyrirtæki. Þá volt er að kemur. Nei, það er bara konan á sveitinni sem er í verktöku að keyra mat til þessara fyrirtækja, sko. Já, geggja. Og þannig að við bökum því bara í bakka og... Það er svona konar út á landi, það kunnar það. Já, þetta er nefnilega svolítið sniðugt, sko. Þetta er svolítið bara, að þið eru að gera ansi margt. Þið eru bara kaffihús og hádegis verða þjónusta og kökulhlaðborð og það er bara margt að gerast. Já. Það er alltaf ánga úti til að halda lífi. Já. Það er bara svoleiðis. Já, ég byrjar að hugsa, sko, hvenær ég ætla að fara, sko. Hvort að maður fari taki fjölskylduferð. Já. Bara velkomin. Já, eru hundalegulegir inni? Út á palli. Já. Það er... Nei, maður hundum er kannski ekki treyst þarna í kringu rjóman. Það getur verið áhugaverð, samt. Já. Svo kemst hann í þetta maður og svo þarf ég að díla við hann heima. Eða á leiðinni heima. Það er kannski verra. Það er kannski aðeins verra. Já. Eða ættu að gefa þessari kökvanstafis? Ég er ekki búin að smakka. Kæmist hún á á borðið? Ég ætla bara að gera svona miklu betra, sko. Viltu fá hreinskýlisvar eða það sem þú vilt heyra? Segir hún satt, látt hann hafa það? Já. Nei, þetta er ekki sláðu mig. Viðtalið er ekki búið, þannig að bara mjög góð. Mér finnst það bara ljómandi góð hjá þér. Nei, það sést bara, þú veist, hann er búin að fá seitbit og það segir mér allt sem segir það. Já, nei, sko, máli ég reyna að vera kurteis, það er í mynd. Ég er búin með mína, sko. Já, og hann er líka í mynd. Já, en hann er, þú veist, oftar. Hún er mjög góð. Hjónabandsæla er bara... Þetta er upptökumæðurinn okkar, hann er að byggja meira. Já, sko. Duglegur strákur. Flott hjá þér. Klassík. Ég mista enganagjöfinni. Já, hún var ekki. Nú, hún var ekki. Nei. Hún er ekki til staðar. Hún er mjög góð. Já, ok. Hún er bara góð. En kæmust hún á borðið? Já, hygglust. Já. Hygglust. Það er ok, stimpil. Það er stimpil. Það er með sérmerkjana, sko.
Já. Mér finnst þú líka fallegaður. Já, það. Það er svona, já, Fallega fram borin með Já. tertunni Já, og ok. og ég finn fyrir einhvern veginn ástinni og umhygginu og hlýjunni sem Já, þú hefur ég sett í þakka þetta. þér fyrir, já. Ég held einhvern veginn að hún sé að skína hana svolítið sterk. Það er svo mikið smjaðrari. Já. Það er að því ég svo sá þú hana hissa aðra. að hann fái alltaf meira af einhverju. Ég er búin að sjá þetta samband, sko. Já, þetta er alveg toxic. Ég þoli þetta ekki en samt einhvern veginn finnst þetta alveg næs. Já, já. Hún finnst þetta lúmst gott. Já, já. Þegar þið komið í bæinn, Já. eru þið að fara hérna og taka út einhver kaffihús hér og þar? Og þau segja það svolítið, Já. þegar við förum í bæinn, þá förum við í bæinn, við verslum, við förum aftur heim. Já. Það er bara svolítið þannig. En við erum búin að ákveða, sko, þegar við erum búin að selja og hérna losa okkur við allt og höfum bara þennan tíman, þá ætlum við að fara og skoða okkur sko. Í Reykjavíkinu? Njóta, bara út allt. Já. Skiptir ekki máli, bara ef við sjáum kaffihús, þá ætlum við að fara að hanga. Ok. Eða matsölustað. Þannig að þið eru bara í huga að fara að losa ykkur við þetta og fara að njóta lífsins. Já, það er svolítið þannig, Búið sko. með skilin vinnunni. En allir ekki setja það í, bara skilir þið á sölunni að þetta haldið áfram, þetta kökurhlaðborða. Sko, við vorum búin að selja daginn, en það gekk því miður ekki alveg eftir, en þá höfðum við það inni, við, þú veist, ætlum að fylgja fólkinu og, þú veist, komaði inn í allt og eins og Já. þau vildu, sko. Og það hefði verið rosa skemmtilegt, af því þetta er rosalega skemmtilegt, Já. alveg svakalega. Nú hef ég aldrei komið hana. Það er þetta gróðurhús. Já. Já. Þannig að byggingin sjálf er Bara gróðurhús. glerhús, svona, þú veist, gamla góða. Gamalt gróðurhús. Það er ekki ekki, já. Já, það er það. En ég er hissað, sko, heilbrigðseftirliti að gefa ykkur leyfi af því að, þú veist, hellulagnir á gólfinu og svona, og svona, Af steikt gólfið. nú er það, ha? Já, ég veit Það ekki eru hvað þú uppi, varst. fyrir ofan eru hellilagnir. Já, á Ísu. Ok, ég held að ég hafi séð Það er stift, sko. Já, steikt. Já, já, já. En það þurfti náttúrulega alls konar, þú veist, þetta var alls saman smíða þarna inn Já. og fengi leyfi fyrir öllu og það var eiginlega versta, var sko Allir vaskanir. brunaeftirlitið, það þurfti nefnilega sko, út af maður ekki hafa gler í þakinu, þá þurfti annarkvæmst að setja plexigler eða eitthvað skona lausn og þá var þetta bárjátt sem að var sett upp, sko, það þurfti að ná ákveði langt og þú veist, þetta er svona Já. svolítið trikki, sko. En þú veist, brunaeftirlit tekur ekki bara næsta stól og hendur honum í rúðuna og út. Þú veist, Það er nóg á Ekki útgönguleiðum. Það er þetta ágætis punktur. það er allavega hægt að henda stól eða hellu og fara inn þó þessu loka, það er meina, þú veist. Ekki verið að gefa neinum hugmynd hérna held ég. Þeir eru með Nei, það er ágætis punktur. Ég meina ef ég ætti að velja einhvers staðar að vera fastur inni þá múti ég velja glerhús sko. Já, við höfum alveg nokkur svona pælt í þessum heilbrigðis eftirliti Það og getur verið snúið, sko. brunaeftirliti og þetta er svona, Vinnu eftirliti. Já, já. þetta er misskemmtilegt fólk í Já, Í ég held að frakka. sé nú ekkit fólkinu að kenna, þetta er bara Já, bara vinna kerfið. sína vinnu, sko. Stóttir. Það er bara þannig. Já, já. Og það þarf bara hlutinni þurfa að vera Jó, ákveðin jú, átt. þetta þarf að vera í lagi. Og við viljum náttúrulega hafa það þannig. Já, ef maður vill ekki fara Mætti vera sveigjanlegt með, þú veist, sérstaklega þú ert að gera eitthvað í svona eldra húsi, sko. Og þú veist, það er ekkert engin sjarmi við það að þú setur bara upp einhverja plastveggi allstaðar og skilur við. Þú veist, það þarf að vera pínu og rústik. En getur ekki bara hérna fjölskyldan tekið við geflinu, dóttirinn og svona? Nei, hún vil það ekki. Hún vil það ekki. Nei, Sko, þetta er fjölskyldu fyrirtæki og sko, við tökum það fram, við höfum heimsins bestu börn, það er þannig. Börn, hún er að vera 22 ára, sko, og hann er að vera 11. En Margrét er komin í aðra vinnu, að því við vorum búin að selja. Já, svolítið. En hún kemur og hjálpar okkur þegar hún er hérna á lausa stund. Ok. Og Gunnarsson okkar, hann er þarna með okkur bara og vaskar upp í hátteginu og ber fram á Já, kaffilaborð og þau vilja alveg fara að fá pásu. Já, ég skil. Já, þetta er samt bara geggjuð minninga eiga líka bara alast upp í ykkur svona fjölskyldu. Já, algjörlega. Ég held að það sé bara mjög verðmætt. Ég Bara held vera alltaf ekki saman alltaf, og reyndar. gera saman, sko. Þú veist, ég á börn sem álust upp við þetta líka, sko. Og ég var með fyrirtæki og þau voru mjög ung. Já. Þau eiga ekkert eitthvað svakalega endilega skemmtilega, alltaf skemmtilega minningar. Nei. En hægt og rólega þá gleymast hinnar Já, vonandi. og þetta góða verður eftir. Við lifum í þeim heimi. Fenna yfir Það er von að verði þannig. Já, Það er kannski líka með einhver svona falska ímynd sko að
séu þeir í sig að þetta gróðurhús með kökum og svona hádegistemmingunni og svona. Ég sé kannski meira fyrir mig þú á skítafloti með opin eld að vokka eitthvað sko. Þetta búið að vera bara alveg yndislegt og ég myndi ekki vilja sleppa þessu, mér finnst þetta æði og einmitt bara góð upplifun fyrir okkur sem fjölskyldu að gera þetta saman. Þú veist, krakkarnir hafa alveg eitthvað það að segja hvað á kaffilaborinu og þú veist, hafa sínar skoðanir og við bara hafa allir sín hlutverk. Strákurinn okkar, hann sker vínber til þess að skreita brauðterturnar og þú veist, þetta svona, gerum þetta saman. Myndu þið mæla með fyrir fjölskyldu að flytja út á land og byrja með fjölskyldufyrirtæki? 100%. Bara alveg. Ég meina, þú veist, það ekkert, ég allir vinna, ef ég var að vinna sem hjúkka, ég get ekki fengið börnin til mín, þú veist, upp á Landspítala, ef eitthvað þú veist, þau hlaupa þarna niður og eru komin til mamma og pappa og þú veist, allt í góðu, sko. Þú lærið hjúkka? Já. Okay. Langt síðan þú hætti því starfi? Hvernig var það? 10. 2000, já. Nei, 2009. 2009, já. Og þú kemur frá Vopnafirði? Já. Og þú ert hvergerðingur? Steingerðingur? Nei. Já, þú veist, börnin vilja segja það. En hvað langar eitthvað þá að gera næst? Að bara fara út úr bransanum? Það er bara allt það kemur opið, ljós. Þú veist, við ætlum að fara og helst langar okkur að fara á húsbíl og fara á flak með mamma og pappa og í útilegu og labba ykkur staðar og skilur við hugsa okkur. Þið gerir það ekki til lengdama, veistu hvað vont við á Íslandi? Fyrst, sko. Fyrst. Svo þarf maður að gera eitthvað, þú veist. Við verum ekkert lengi að finna okkur eitthvað. Já, ég er svo mengað borgabat, sko, bara þekki ekkert annað en Malbyggi, sko. Sótugur. Ég fæ bara svona, kuldahrall þegar þú fyrir að tala um einhverju útilegu með fjölskyld. Já, ég Ekki tjald, og sko. pappa með þar líka alveg, sko, þau einhvern veginn alveg brjáliði við því að það sé rigning og krakkarnir með einhvern veginn og þú að reyna að skemmta þeim og börnunum einhvern veginn. Nú ertu bara að skemma þetta, sko. Sorry, mamma, pappi, við fyrir ekki með. Sko, ég sé fyrir mér alltaf sól og gott veður. Ég skal segja hvað þú átt að gera. Það er alltaf að eiga þessa minningu. Já, þetta er minningamunni. Þið kaupið bara húsbíl, sendið mömmu og pappa með krökkunum út á land og svo farið þið til Spánar. Já. Þetta er nefnilega, þú veist, alveg hugmynd. Spán er líka á planinu, sko. Þetta er allt að koma, sko. Já. Fara í hitan. Þannig að bara bottom line komið nóg af þessu helvítis harki í matvælagerinu og við viljum fara til Spánar. En ef þú dregur þetta saman rosalega stutt. Já, þetta er bottom line, sko. En þetta er skemmtilegt, okkur finnst þetta ennþá skemmtilegt og þú veist, ef við værum betri líkamlega þá myndum við halda áfram, það er ekki spurning. En þú veist, maður þarf að velja. Já, svo komum við bara aftur, þú veist. En að rekstrarlega í einhvern tíma með þeir að ná okkur strik. Hvað virkið? Rekstrarlega? Við höfum alveg hugsað að, þú veist, ef það kemur ykkur að tala við okkur. Þarf maður þá ekki verið að sinna eignin og hann þarf að vera að skipta gler og eitthvað. Það er ekki hægt frá Spáni, sko. Eða í húsbílum á Vopnafirði. Við þurfum bara að díla einhvern húsverð í hverjageri. Já, það finna okkur húsverð. En ég held að svona matrislu geirinn og sérstaklega þegar þeir eru búin að eiga svona og veri í svona þessu hlutverki svona lengi, ég held að þetta verður svona létt svona Stockholm-syndróm, sko, að þegar þú ert farinn þá einhvern veginn ferð að hugsa tilbaka og þá eins og við tölum þá gleymur öllu slæmutímanum, sko, og mann sparaði á góðu og þá hverju voru að láta þetta frá okkur. Djöfull er heitt hérna á Spáni. Já, allt ömurlegt og ómurlegt. Þetta er svo óþægilegt. Rjóminn vondur. Já, það er við tjarla eitthvað. Svo kælir hérna ekki að ná kælan í almennilega. Þetta er alveg rétt að þetta verður svona að við höfum oft setið. Þá kemur bara aftur, þú veist. Við höfum oft pælt í þessu hvað gerir maður og þú veist við finnum okkur eitthvað, ok, en hvað finnum maður sér? Það er það skemmtilega, það kemur í ljós. Ég veit það. Já. Það kemur í ljós. Allir gluggar opnir. Eitthvað garðyrkjuprojekt eitthvað staðar. Ég veist ekki það. Ég get alltaf fundið mér eitthvað að vinnu, misjaflega gáfulega. Já, en ég held að þið séu alveg að lifa draumi margra, sko, þegar að menn eru með eitthvað svona fallega fantasíu að vera með fjölskyldur ekki eða eitthvað með börnunum sínum og bara í hverfinu sínu og búir nálægt og svona samheldin, sko. Það sé fullt af fólki sem að á þennan draum, sko. Algjörlega.
þá bara láta vaða. Já. Þú fær rækjutörst og þú fær perutörst ef þið seljið þetta við. Vá, ég fyrir beint í nálum. Við kannski bara förum saman í þetta bara. Já, hýst á það. Hjónabandsælinn alveg dörr, sko. Þetta bara komið. Ég skal sjá að segja brandara og taka mútið gestum. Já. Já, og hvað á ég að gera? Þú gerir kökun. Ég rassið sem baka, sveina eins og svín. Það þarf einhver að gera það alveg. Já, reyndar það hefur einhver að vera það. Þú ert alltaf að vera svona eins og Siggi Hall og Hótel Sögu, taka móti gestunum, hann gerði aldrei neitt inn í eldhúsi. En sko þessu hlutverki fylgir líka smakka, þú veist, það er þannig. Já, ég er góður í því. Já, ég er nefnilega sko Já. lendi í því miður. Ég elska mjólk og rjóma. Svo fekk ég allt unni laktósóþol. Já. Allt í einu? Já, það bara gerðist eitthvað. Eitt skipti sem ég fór á spítala. Og svo má ég ekki drekka mjólkuvörur í dag. Þannig ég get ekki Sem smakkað. þýðir hann má ekki drekka rjóma. Var eins og hann það gerði. eftir á fyrst COVID-sprautina? Nei. Hann hefur gert eitthvað í fyrra lífi. Það er bara... Eitthvað var það. Það er eitthvað. Já, þetta en er þetta ekki bara líka þannig að bakarar fá oft ofnæmi fyrir hveiti og bara þeir ert mikið að vinna með eitthvað og nota? Já, ofnæmi fyrir sjálfum sér. Þú veist, það getur líka orðið þannig. En svo eru nokkur sem að veit sem hafa bara, þú veist, verið í bakstrinum í einhvern tíma, mann steftir innan Já, einmitt. og bara allt í nú bara þvílíkt ofnæmi fyrir hveiti. Já, Ég búin að vera nokkra svona. verið í bakari bara í 10 ár kannski bara að baka og baka brauð og allt Reglulega þetta. eitthvað veikindi og eitthvað vesen. Já, og svo bara kemur í ljós að það er bara búið að byggjast upp eitthvað ofnæmi fyrir hveiti. Það er svona að vera að taka í nefið og óþarfa. Hveiti, Endalaust. Það rugglast eitthvað. skal ég meina það? Já. Ég er endar held að ég sé að glíma við þetta núna. Ég held að ég sé að fá ofnæmi fyrir hundinu mínum. Herðu, við tökum að okkur svona gæludýr. Nei, Er það Nei. við eigum 2 svona gældir. Já. Eða þú veist, Ég er með ofvirkan Erum við brjóð. Hún, hunda? nei, Nei. ketti, hún og dóttirinn sáu auglýsingu, var verið að auglýsa fatlaðan kött. æ, hann er svo sætur. Já, hann er svolítið fatlaður. Ryggskekkju og gikt Gikt og og eitthvað svona. Já, ok. Þannig að Við tókum hann á. hún tók að sér. Já, ok. Svo var hjá Villiköttum auglýst ein. Svona Villiköttur. pínu geðveik með hálft eyra og gráðu fyrir allan peningin. Hún passa vel inn í fjölskyldina. Við tókum hann á okkur. Hann að ofæta og klipplingur og ekki bara dönn. Náðu sem sagt að fóðra kettina með afgöngum frá sundin. Er ekki við sem við myndum bjóði heiminu þá. Já, ef það er rækjubrauð þetta, þá náttúrulega er það alveg dönn. Já, ok. Og túnfisk. Já, sko, túnfisk. ég geta túnfiskinn, hann, þú veist, rækjan. Komdu með rækju. En er það að virka að hafa, hvað er hlaðborðið í langan tíma í gangi? 3 tíma? Já, Já, 34. 25? 25. Já, þetta verður ekki þreytt. Nei, og það þarf að skipta út líka, þú veist, ein brauðterta stendur ekki svona lengi, sko. Nei. Þegar vest lætur þá stendur hún í svona 15 mínútur. Já, sæl. Og hvað er svona mesta sem þið er að fá á einu sunnudegi til ykkar? Af fólki? 250 Sko, ef það er upp úr, 200 rúmlega. eitthvað tíma fórum við upp í 300, það er of mikið. Já. Þetta er náttúrulega dreifist yfir tíma, fólk situr ekki dvolega lengi, sko. Nei. En býtu, akkur segir að er á mikið. Nú Vegna- eru sem sagt að fyrirtækjendur segja þetta aldrei. Ja, þú veist, ekki Nei, segja sko, við erum bara lítið kaffihús. Við erum bara lítil fjölskylda. Og við erum sem bara að hefur lítið. stækkað fyrir göð. Já, Já, Já. en sko, þú veist, það er svona hámarkið. það er hámarki. Bara Það er, upp á að við náum að koma fram og taka, þú veist. Já, Já. ok. Til að velta borðanum. Já. Eru þið með eitthvað starfsfólk eða er þetta bara þið? Þetta eru bara við Já. og eins og segi, dóttur okkar, þegar hún er ekki á vakt, þá kemur hún og hjálpar okkur líka og vinkon okkar hefur séð á sem við okkur og hefur aðeins komið og gripið inn í. Þetta er svo geggjað við sveitina líka bara. Það er bara, fólk hjálpast að og Já, redda hlutinu. Sko. Og þetta er bara skemmtilegt og fólk er ótrúlega þolimótt, þú veist, það sér að litli guttinn okkar er að koma fram með eitthvað, já, veitu, og þú veist, þarna kemur hann með þetta og þetta er bara svona, það er ekkert margir pirraðir þegar þeir eru að borða köku, sko. En nú, Sko, ég var pínu svektur að perukakan hafi verið búin þegar ég kom. Ég reyndar, þú veist, ég þarf að geta það með að ég kom seint. Þannig að það er alveg mér að kenna, sko.
Ég man alveg, ég sagði við þið, þetta er restin. Já, þú sagði það. Kemur ekki meira. En þú veist, það er ekki þeim að kenna, það er bara öllum hinum að kenna. Svona átu fyrirtekturnar. Já, ég nefnilega sagði daginn að Hveragerði var í sveit Já. og þá var einhver sem bendi mér á að það gæti einhver orðið móðgæður og nú eru þið Hveragerðingar. Ég er offeringu, sko. Já, ok, en þið búið í Hveragerði Já. og þetta ekki smá í sveitin? Já, sko, Reykjavík í útjæri Hveragerðis. Við lítum á þetta Ég þannig. finnst bara upphefð því að vera sveit og mér finnst Hveragerði vera geggjað. sveit. Já, ég segi sko, ef þú þarft að fara yfir þú veist, hvað heitir það, heiði, þá þarft að fara, þú veist, í sveit. Eða sem sagt, þá ertu komin úr borginni. Já, akkurat. Það er bara svoleiðis. Það er í mínum huga. Ég segi alveg fólki, þú komin í sveitina, þú veist. Mér finnst það bara gott, sko. Ég hef nefnilega með svona Mosfellsbæði að hróka, sko, því að menn voru að segja að Mosfellsbæði verið sveit, sko, og ég hef ekki neginn harðneitaði því, sko. Mosfellssveit. Nei, ekki lengur. En ég vildi satt alltaf minna að Kjalarnes var í sveit, sko. Það er alltaf sveit á, sko. Já, er það ekki? Jó. En ekki Kjalarnes í Reykjavík? Jú, það er flokka sem Reykjavík í dag. Já, bara eins og, þú veist, ruslagamanni, það er ákveðin flokkun í gangi. Já, höfuðborg á svæðinu. Já. Nei, sko, Hveragerði er ennþá þannig að ég get opnað hurðinu og hleypt krökkunum út að leika sér. Já. Ég þarf ekki að fylgja þeim hvert einasta fótmál. Já. Og það var, þú veist, þegar við fluttundi Hveragerðis fyrir 20 árum. Plus, mínus, eitthvað það bil. Þá var ekkert endilega verið að læsa hurðina, en maður þarf að læsa henni í dag. En maður getur ennþá opna hurðina og krakkarnir að fara út að leika og þau koma bara heim þegar Það er bara út á hjólinu og... Við erum ennþá sveit. Já. Það er kannski góð mælikvarði að því hvert að þú sért í sveit eða ekki. Eða þú getur hleypt krökkunum út að leika. Og á þess að fylgja þeim eftir. Ég geri þetta ekki, sko. Ég er enda bara 4 ára, sko. En ég myndi ekki dætt í hug að leifa að fara út að einn eitthvað slæpast. Nei. Þetta er hún ofvirk eins og þú. Já. Ég var að horfa á það þegar ég var að borga hennan helvítis peningi í fyrirgeði í stöðumælurinn. Það er ekki þá tímir ekki að borga, það er bara þú kannt það ekki. Já, það er fyrir utan. Það er hérna einhvers staðar úti, þá er leiksvæði, hérna einhvers staðar rétt hjá, og það eru, 1,5 meters há girðing hringin í kringu það. Ég held þetta að vera leikskóla eða eitthvað, en þetta er bara leiksvæði fyrir krakka. Þú veist, mér finnst þetta svolítið. Já, ekki sveit. Nei. En þú veist, það er náttúrulega bílar á talsvert annari ferði hérna og þú veist. Já. Það er kannski, þau skiljanleg. Það eru skrýtni kalla labbatum allt maður. Líki sveitinni. Þú veist, það er ekki hér. Já. Þetta ljóma ekki vel. Nei, ok, ekki þannig skrýtin. Nei, við erum kannski öll bara skrítin. Já, það er best þannig. Það er ekki bara best. Jó, best að vera svolítið guðuruglaði bara. Þú veist, við erum það skrítin, þú veist, við vinnum saman allan daginn, við búum saman, við sofum saman allan daginn, allan sólarhringinn og þetta er ennþá besti vinur minn. Já, viti minn. Já, felja það skrítið. Já, það er alveg ótrúlega samt, sko. Það er geggjað, sko. Því ég er ekkert vissum að kona mín myndir nenni að vera með mér allan sólarhringinn, sko. Ég skil hana bara, sko. Það er kannski aðeins verra. Það er vont ef að þú skilur hann að vil ekki vera með þér. Nei, ég segi svona. Bara djók. Þetta er samt eins og segja. Mér finnst þið verið að lifa í svolítið svona fallegum draumi, sko. Við erum svona, ef fólk ímynda sér einhvern svona framtíð sem að þeir vilja, þá er margir örugglega sem að hugsa það að vera bara með konunni sinni og börnum og í fyrirtæki út á landi og allir að hjálpa stað og allir bara einhvern veginn í Disney myndum Nei, svona ángríns þá er þetta, þú veist, þetta er rosalega notalegt og þú veist, mér finnst þetta öryggi, einmitt að vita það, þú veist, krakkarnir geta alltaf komið, það er sama, þú veist, hvenar. Þó sem mikið að gera eitthvað, þá bara skúpar maður núna til hotnskilur og býtur bara aðeins, þú veist, en hann er allavega kominn og þú veist, þetta er eitthvað neði svona, já, maður er alltaf ínálegur og svona, og þú veist, sittast bara og lita þangað til að, þú veist, það er smá pása og svona, þetta er bara, kunnarnir þekkja þau og þetta er bara notalegt. Mér finnst Hveragerði að það er eitthvað sjarmur yfir þessum bæi, sko. Þetta var náttúrulega Eden en gamla daga, mann alltaf eftir því að koma að kíkja á apana, varst þú? Nei, ég man ekki eftir því. Þú manst ekki eftir því? Nei. Sástu ekki Bóbó þegar þú komst?
Bóbó. Nei, þetta Friðbjörn, manstu. Já, sko, þetta ekki, mannst ekki eftir Bóbó í Eden. Það var svona En þú veist, vélapi. Já, vélabinn, já, Já. ég man eftir honum. Já, sko, við eigum einn, hann heitir ekki Bóbó, hann talar ensku þessi, þetta illi bróður hans frá Bretlandi. Hann lítur alveg eins út. En hann talar bara þegar honum hendar, það er ekkert að setja peningi henni eða neitt, þú veist. Hann bara svona eins og við skrítin, skilum gera svo sínust. En hann þarna hjá okkur. En svo fannst mér líka gæinn hann í sófanum svolítið skemmtilega. Homer? Homer Simpson. Þetta nefnilega Homer. Það var bara actually Homer Simpson liggjandi í sófanum hann hjá þeim. Ógeðslega fyndið. Það var einmitt einn fasta kunni og vinnur Ég okkar var sem kom með næstíði þennan. farin að setjast í sófanum og láta hann leggjast bara í kjöltina á mér og taka mynd. Já. Það er ekki fyrsta myndin. Nei, það er nokkuð. Nei. Ekki svo síðast. Og það fyndi að það eru sérstaklega Amerikanar sem að þeir eru að koma, að þeir þurfa að fá mynda sér með Homer. Já. Þetta er náttúrulega hvað, 30 seríur á teiknumyndum. Klassíski Já, hún er bara teiknumynd. enda sorglega núna. Vorum við að sjá það? Var hún að deyja hérna March. March? Já, alveg Nú, rétt, það. ég Það sá er bara miður sín yfir fréttonum. Það mæti jarðaför. Já. En hvernig hérna, nú, sko, því ég er fullur af svona fordómum og vesinni oft, sko. Ég sé fyrir mig sveitamannin, eru þið með hérna, eru þið með Netflix og Disney og svona, eða eru þið bara í línulegri dagskrá? Það er bara Við erum ennþá með loftnetið. Þú getur með þess að skelltir í sófan hjá Homer og hort á Netflix. Já. Á kaffihúsinu, sko. Þetta er bara næs. Ég er alveg með þetta. Ég er á leiðinni. Já, flott. Já, ég myndi mæta bara snemma og bara vera í sófanum. Það teppiðar. Má maður sitja í 3 tíma og ég Já. bara í 3 Eins tíma. lengi og þú vilt. Er ég að grínast? Nei, ekki grín. Ég er að grennast. Þetta er, já. Hún grennist ekki Nei, þannig. ekki þannig. Ekki Ef séns. þú getur setið og borðaði 3 tíma, þá bara, þú veist, flott. Já, verða góður. Já. Þá býði ég aftur næsta sunnudag. Nei, hættus. Ykkur er aldrei langað að vera með svona challenge eins og svona vinsalt núna. Vera með svona, ef þú borðar þessa risastóru köku hérna á undir hálftíma, þá farið það frí. Við sko, ég þekki margur sem getur það. Já, þannig að kannski Þetta er ekki stuð. ekki góðu business. Þetta er ekki challenge. Nei. Nei, ég mitt. Nei. Já, þetta er hugmynd. Já, en nú er ansi mikið í Hveragerði núna. Það er bara, hvað ætli þessu margir veitingastæðir? Svaka uppbygging líka. Já, Ég veit það ekki, þeir eru bara orðnir ansi margir. Og fjölbreyttir. já, Skemmtileg mathöllin hana hjá okkur. Já, hún er bara mjög flott. já. Nú það er búið að stækka hótel Örk. Já. Og rosalega góður hérna, veitingastæðurinn þar. Já, Alveg svakalega. það hlýtur að vera. Já, þetta er eitt af mínum uppáhaldshótelum. Þetta er svona, ég og kona mér fórum stundum þangað þegar við vorum að byrja saman. Það var svona, alltaf góð tilbúð eitthvað svona þar, en núna er greinilega svo mikið að gera. Þetta er orðið svo rándýrt. Já, það. Það er bara að fara vetri til. Það er svona Jú, kannski. Er ekki tilbúin meira á veturnar. Ég held að. Og svona eldri borgara tilbúin. Já. Eldri borgarar tilbúð. Þetta bjóða nú það? Nei, maður ekki, það var alltaf svona eldri Fékkst borgara þú miða? tilbúin. Já, En það er, Kemur aðeins. Hann var hann að gráta. en er ekki Hveragerði bara orðið the place to be? Bara fara hérna, taka inn á nótt og Algjörlega. lappum mathöllinnar og kíka til ykkur í kaffihlaðborð og Algjörlega. geggja að taka eitt lögata, setja börnin í pössun, taka hérna eina nótt á Örkinni. Skemmtileg sundlöðana líka. Sipplæn og þú Já, svo bara En fer maður maður í þorir smá Já, bjórum sipplæni. kvöldið Það og geggja sipplæna. svo vaknar maður smá riðgæðar og fer í kaffihlaðborð á sunnudegi. Þetta steinleikur. Þetta er bara geðið plan. Hvað heitir aftur hana þegar þú lappar fjallið og ferði hana í Uppi í Reykjadal, í heita leggin. já, heitalegin. Hvað Það heitir er það? heitilegurinn. Heitir það bara Þetta heitalegin? er bara heitilegurinn. þetta er heitilegur. Eitthvað hann að heita heitilegurinn. Já, ok. Í Reykjadal. Hann fattar það. Þessi flög næstu í framum mér. Þú getur farið út í landafræðu og farið í Grænadal og eitthvað svoleiðis, þá veit enginn hvar það Nei, er. ok. En ég held að við bara enda þetta og segja bara öllum að kíkja í Rósa kaffi Takk fyrir. á sunnudöfum, fara í kaffihlaðborðið Millir 2 og 5. milli 2 og 5 og Gæti borga sig að bóka borð. já, ok, Svo þurfur ekki að bíða. já, Það er þannig. bókið borð
mætið og getið okkur gat. En geti ekki bara verið með pappadiska, þú veist, og fólk getur bara tekið með Við eigum take-away pakka. Jú. Ég að segja Það er alveg til dæminu, sko. En af hverju er ekki bara komin einhver svona sumarhátíð hérna í Hveragerði það sem allir þessi staðir eru með bara svona pop-ups tilbúð einhver og Já. eitthvað svona. Það er reyndar hátíð hvað? Það er næstu helgi. Allt í blóma, tónlistarhátíð. Þá er kaffilaug bæði laugardag og sunnudag. Já, geggjað. Það verður allt brjála að gera hjá þér. Hvernig ferða þig að baka allt þetta dótari fyrir, þú ert ekki með svona marga kæla? Jú, sko, við erum alveg dálítið flinki að raða. En maður verður að Meistari í vera Tetris. Já, og þetta er bara skipulag, hvenær maður setur á hvað og það. já. Okay. Þegar við vorum með fyrstu kökulhlaðborðin, þá vorum við náttúrulega bara að gera ráð fyrir svona 50 manns. En núna þegar við erum að gera ráð fyrir 200 pluss eitthvað svoleiðis, að hún er ekkert mikið lengur að þessu að baka eða skreita kökurnar. Hún bara gerir fleiri í einu. Já. Þetta er ábyggilega svona kostur að vera með smá svona, ADHD og rjúkur einu við annað og stundu þarf ég að klára ykkur hluti sem hún byrjaði á áðan. Viltu ekki hætta núna? Jú, Það er engar áhugur. Við erum allir með ADHD og blessu öllu. Þetta er bara tíðkast svo í bransan. Kannastu þetta. Maður er alveg með þetta í botni venjulega. En ég vil bara þakka kærlega fyrir komuna og mjög gaman að spila ykkur. Já, takk fyrir. Takk fyrir fókur. Og takk fyrir hjónabandsæluna. Já, vera góðu.